Góðan daginn og velkomin í þátt númer 146 hér á YouTube-brásunum minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Ég hugsa ég kalli þennan þátt bara hvað ætli sé að. Ég er bara, rosa duglega fitju upp á núna og svona. En merkilegt nokk þá, þrátt fyrir það, þá er samt eitt klár sem þau voru búin að sjá mig vera að byrja það á og annað klár sem að ég byrjaði á bara núna 21. apríl og var í 5 daga með sem ég sýni ykkur eitt smá stund og svo er ég samt búin að vinna alveg slatta í öllu nánast held ég og var svo með eitt verkefni fyrir Stífan sem ég get ekki sýnt ykkur sem að býður bara betri tíma. Ég var nú einmitt að reka augun í það fyrir ykkur sem veit ekki þá prjóna ég og sýnishornaprjóna fyrir Stífan Vest og ég var einmitt að sjá að það var ein peysa að koma út óbáslega falleg. Ég hef náttúrulega alveg geta verið búin að átöka hvað hún heitir, ég maður ekki. Hún er svona köðlum hérna niður og bara, hún var æði, hún var draumur að prjóna hana úr Volk Collection DK sem að mér finnst náttúrulega bara himneskt og svo rak ég augun í eitthvað annað sem ég hafi gert fyrir hann og myndi ekki eftir að hafa gert þannig að þú veist það oft svona dettur upp fyrir eða líður eitthvað langur tíma á milli og ég er bara búin að gleyma að ég hafi verið að gera þetta fyrir hann mann svo bara eftir því þegar ég sé það hjá honum. Nú en í dag er bara allt þetta hefðbundna, klár, verk í vinnslu, hvar á döfunni og það allt saman og mig er helst að finna eitthvað sem ég virka inn á Instagram og svo Ravelry sem Helga A71. Ég ákvað bara að nýta tækifæri að því að það er frídagur, það er mánudagur, 1. maí og ég verðist vera að gera þetta alltaf bara í kringum mánaðamót, þannig að það var bara tilvalið. Við erum nýkomin úr Reykjavík úr barnaafmæli brjála fjör, fór þar með dröslaði pappa mínu þangað með okkur ásamt Hrafntinnu og Hilmi, hoppukastali og pizzur og rosa gaman. Þannig að svo var maður bara svolítið latur þegar maður kom heim og ég hugsaði að drífum í þessu. Og þar sem ég er alveg að steikjast í fyrsta klárunu þá ætla ég bara að byrja á því að sýna ykkur það en það er öræfi eftir hann að Döggu í litlu prjónabúðinni og mig búið langa svo lengi til þess að prjóna þessa og gerði það uppgöta strax á fyrra erminni að ég gerði mynstur 3 í staðan fyrir mynstur 1 þar þannig að en það kom ekkert að sök, ég var ekkert að breyta því, ég nætti ekkert að reyka það. Mér finnst þessi peysa bara æðisleg og ég er að nota hérna Æsver garnið sögu. Bleiki liturinn er litur 9001, nei, 8101 og 1000 aðaliturinn. Orginal peysan er svört í grunninn og hvítt hérna en af því að ég pantaði mér frá Æsver í 2 skömmtum gat ný sikkur og lopapeysun á mér þar sem grunnliturinn var hvítur í báðum og það bara augljóslega langaði mig í hvítar lopapeysur. Nú þessir heil, hinn var rend, ég sýndi ykkur hana síðast, ekki? Jú, djást og ég er bara svaka ánægð með þessa, hún var geggjuð í sumar. Hvað get ég sagt ykkur? Ég gerði ég gerði medium og notaði bara uppgefna prjónastærð 3,5 mm og 4,5 mm og þetta er lopið 36 og ég notaði akkurat 400 grömm af hvítum og tæp 100 af bleika.
Þannig að ég bara, já, eins og ég segi, geggja ánægð með hana og ég er ógeðslega ánægð með þessa ull. Hún truflar ekki neitt húðina á mér eins og Ístex léttlófinn gerir. Þannig að ég er allavega búin að finna lausn á því að ef mig langar að gera eitthvað úr lopa á mig og mína, þá verð ég bara að fá að nota þessa. En ég ætla að skipta um augnablik. Allt annað. Samt verður þetta örugglega líka ógeðslega heitt. En það er annað sem er líka búið að langa ógeðslega lengi til þess að gera. Það er ranunculus og ég sá að það er að fara að byrja samprjóni í því en ég bara er búin. Og ég var að rekja upp peysu sem að ég gerði úr garni frá henni Kristínu í Vatnsnes sem að heitir Dröfn og ég keypti á handverkshátíðinni, fyrstu handverkshátíðinni sem ég fór á í Hrafnagili og var að hitta Kristínu þar í fyrsta skipti þegar við fórum þangað og pantaði mér drafnarlitin í peysu, einhverju mjög no frills peysuna, já. Þannig að ég hélt móher og drafnarlitnum saman í því, svo að hún bara nóg stór og þreytt og sjúskuð og ég tímdi alls ekki að losa mig við garn, bara, þú veist, gefa peysuna eða eitthvað. Þannig ég rakti hana bara upp eins mikið og ég gat. Það gekk rosa illa að rekja upp ermarnar, þannig að ég eiginlega bara gafst upp á því, en ég tók alveg búkinn og þetta var alveg bara hellingsgarn og ég gerði ranunculus úr móherinu og dröfn. Og ég hefði alveg auðvitað geta haft hana síðari, en ég bara gerði það ekki. Og ég vildi hafa hana svona svolítið stutta og sumarlega fyrir Ísland. Þannig að hún er bara svona geðveikt kósí og fín. Og ég gæti alveg mögulega átt eftir að gera fleiri og styðjast við ranunculus, þó ég sé ekki endilega að gera kannski blúndudóti og það, en ég er ógeðslega ánægð með, þú veist, þetta er prjóna á 5 og 6 mm grófa prjóna. Ég bara er ógeðslega ánægð með þetta. Og ég var að vigta peysuna, hún er 206 grömm, þannig að það fór innan við 200 gramma hespur. Því að móheri vegur náttúrulega eitthvað upp á móti þessu, þannig að ef ég hefði verið með alveg 200 grömm af þessu og svo samsvarandi í metrum á móheri, þá hefði ég náði náttúrulega síðar ermum eða síðar búk eða hvoru tveggja síðar. Þannig að þetta er bara, hún voru geggjuð þessi svona, hún er að skottast, þarf kannski ekki alveg að vera í jakkanum en samt að vera í einhverju. Og líka bara hún er fín, hún er ekkert of heit, ég held að ég myndi kannski kafna. Það er hérna svona skýjað með köflum hérna úti, þannig að birtan á eftir að breytast eitthvað svolítið. Og svo eins og ég sagði upphæði hvað alls að, það er ekki eins og með vanti peysur. Ég var að brjóta þær svona saman fínt yfir á herðatriðin svo kom ekki för í axlirnar. Og þetta eru 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6. Þetta eru 32 peysur hérna, hangandi fyrir aftan mig á 2 hæðum sko. Og svo er ég hérna og annur liggur hérna tilbúin og svo er ég að fara að sýna ykkur slattaðar sem er í bóka. Hvað ætli sé að? En, þú veist, ég bara elska að prjóna og þá bara verði ég að prjóna eitthvað. Ég get bara ekkert hætt að því að það orðið of mikið af ykkur. Það gerir það enginn. Og ég gefi þetta svona á til eða seli þetta eitthvað þannig. Þetta er allt læg. En þetta er allt svona, allt einhverja peysu núna sem hanga hérna sem ég bara tími að láta fara frá mér alveg. Ásaki, strax. Herðu, en fannst ég byrja bara á eitthvað sem er ekki peysa. Og það er nýtt teppi. Afgangateppi. Og það er hérna corner to corner. Mér finnst svo geggjað næs að hekla corner to corner. Og það sem ég er að gera er að ég er með svona boltagaur sem ég er búin að vefja upp alls konar
göngum saman í. Og hér svo meira, alls konar, og það alveg meira í hillunum ef að við þarf að vanda. Svo ég að setja til skiptis, ég held sem sagt tvöföldum þræði og ég til skiptis með ljósan og dökkan fabel, bara hérna að nýta það bara og það sést svona alveg þegar ég að svissa. Hérna til dæmis dökkur fabel, hérna ljósari. Og þetta gefur svona auka hreyfingu í þetta. Þetta verður bara eitthvað svona stórt og djúsi teppi að því mér vantar svo óboðslega fleiri teppi. Það get mikið sko. Svo sagði sveitkona mín, ég meina gefur þetta ekki bara og svona og ég sagði veist það. Ég nefnilega bara gefur þetta ekki bara. Ég ekki til í að gefa þetta á heimilega sem ég veit að þetta kannski ekki alveg metið. Þú veist, metið mikil svo eitthvað svona. Þannig ég þarf oft að fá að bara, þó ég sé ekki að nota hlutina, þá þarf ég oft bara að fá að lúra á þeim áður ég tilbúin að láta það fara. Og ég alveg eiginlega vissum að einhver kannist alveg þá tilfinningu sko. Maður búin að leggja óhemju vinnu og tíma í þetta. Og maður gefur þetta ekki bara. Og hún alveg skildi það. Þegar, þú veist, að því að hún alveg svona prjóna og því og hérna, þannig að henni finnst, og þú veist, hún hugsaði þetta ekki út frá þeim punkti, þetta væri kannski eitthvað sem maður myndi ekki hirða vel þetta og ganga vel þetta og þú þetta vitlaust og allt væri klessu. Þannig að hún hefur búin að segja henni þetta, þá fattaði hann það alveg. Og hérna, og svo sagði ég bara, svo þarf ég þá greinilegt að endurnýja sængur næst ég geri það. Ég bara fylli sænguverið af teppum. Ég segi svona. Svo kannski, þú veist, við erum að fara með opið hús hérna morgun og hver veit nema að koma einhver og langi til þess að eignast þessa fasteign og við förum eitthvað annað og kannski bara kalt þar og þá þarf maður bara að eiga alveg fullt af teppum og peysum og sokkum og gatnei og hjölum og öllu þessum dásendum. En það kemur bara í ljós. Þannig að þetta eru 2 klár sem ég bara mjög ánægð með og þú veist, var eiginlega bara svolítið hissa hvað ég var búin að sitja lengi á mér með að fylla ekki upp á þessa, en svo er hún ógeðslega fljót gerð ef maður ekki að fara að gera eitthvað gerð síða og eitthvað svona. Þannig að þú veist, bara þetta var rosa svona gott, svona quick fix, eitthvað að fá heila flík á svona stuttum tíma. Það var ógeðslega næs. Nú svo fórum við í bústaðinn daginn og þá tók ég með svona verkefni sem ég var ekki búin að vera duglega að sinna og þar á meðal var kolfinnu sjalið sem að mér finnst alveg sjúklega flott en ég er ekki alveg að tengja þessu uppskrift en það er líka alltaf lagi. Þetta er samt að hafast. Og ég er svona aðeins að breyta lita uppröðunni, síðasta bríós dóti hérna átti að vera með þessum dökka en ég hafði keypt meira af þessum helgulit þannig að ég ætla líka að hafa það bríós með móher og þessum bleika. Þannig ég búið með bleika bríósið og blúnduna og á svo bara eftir hérna bríósina niður og svo affyllingu. Þá er það bara komið sko. Þannig að ég það bara svona, þegar ég fekk verkefni frá Stíven þá fóru bara öll þessi verkefni inn í vinnherbergi og þá voru þau ekkert að trufla mig á meðan. Og ég er búin að missa hérna á 2 stöðum lykkjur og þegar ég rek augun í þá seti ég strax bara svona festi það í og laga það svo bara þegar hérna ég er búin með þetta. Ég er ekki fyrir að rekja þetta upp. Samt það var eitt svona í Andreu Mári peysunni þannig að ég átti að laga það en þú veist. Þannig að þetta fennu alveg vonandi, þú veist, ég hef búið með þetta leið og ég hef búið með verkefni fyrir Stíven, þá býður mín annað verkefni sem ég ætla að tala um á eftir og síðan held ég bara áfram í þessum sem eru nú þegar hérna uppfytjuð og bara sletta komin eitthvað áfram.
Hitt verkefni sem ég tók með var Elton pullover eftir hann á Hóhi Lókatelli. Ég var líka eitthvað, mér finnst rosalega leiðilegt að prjóna úr einföldum móhairi. En mér finnst það ógeðslega fallegt, þannig að ég tók það með mig til þess að aðeins að pína mig til þess að vinna í því. Og það skila alveg árangri og ég er búin að fara með prjónahitting og þú veist, þá fyrir þetta alltaf að koma, sko. Þannig að ég er að vinna hérna í bolnum. Búið með svona mikið á bolnum, þannig að þetta er nú alltaf að koma. Svo ganga ermarnir alltaf hraðar og þessi er alveg klár í sumar, sko. Eins gott. Og svona, það venst alveg að, þú veist, að prjóna úr þessum móhairi, maður þarf svona pínu að fylgjast með það því að það er svo auðvitað að missa niður móhairlykkjuna. Og ég er alveg búin að tala um allt þetta sem ég er að sýna ykkur í öðrum þáttum, þannig að þið eru eitthvað forvitin það, þá getið ég annarkvort bara að kíkja á þá eða skilja eftir spurningur hér niðri. Svo er ég með, hvað er þessi? Þessi heitir, afsakið. Þetta er Jagmur, Anther eftir Bristol Ivy og ég er búin sérst með blúnduna hérna niðri og fór svo í að blanda nýja litnum inn og er núna bara að fara að vinna með hann halvast eitthvað og síðan áður en ég byrja þú veist, gerir fyrir ermunum þá byrja ég að blanda þessum ljósa inn í. Þannig að hann verður þá í aðalhlutverki í efri hlutanum. Þannig að þetta er svona bara, þú veist, hring eftir hring og ekkert að frétta eins og er. Hér hefur við svo Jagmur sem er úr Mominokki garninu fallega og þetta lúkkar rosa flókið en er það bara alls ekki. Þetta er ógeðslega vel gerðar uppskriftir svona tjartar. Þetta er náttúrulega alveg, þú veist, tímafrekt, það er ekkert en alls ekki eins flókið og lítur út fyrir að vera. Þetta garn er svo bara á einhverju öðru leveli, svo geðveikt, sko. Bara, já. En þetta er ekki eitthvað sem ég er að horfa á einhverja mega spennandi þáttaröð á með heldur af því maður þarf alveg að fylgjast með þó maður sé fljótur að ná því að lesa prjónið þá verður maður samt aðeins að vera vakandi með maður að þessu. Síðan er klára sýningu þess sem ég hef verið að gera. Ekki nýja uppfitið, það er nefnilega annað nýtt uppfitt. Nú er ég loksins búin með eina endurtekningu af þessu í nýju jakkapeysunni hennar Hóhi Lókatelli. Þetta er náttúrulega alveg það allra leiðilegast sem ég geri. Það eru kaðlar með snúnum lykkjum, en þetta er svo fallegt að ég ætla að láta mig hafa og mér er alveg saman þegar ég verða að þessu í 100 ár. Og þetta er svona á hún að verða eitthvað tíma. Engin pressa. Og ég var búin að renna yfir allt garnið í fyrri þáttum. Svo var ég búin að gera eina svona grifflu. Og var svo að sýna Önnu Dóru vinkonu minni hana og setti henni linkinu á skriftina og þá æstist ég öll upp við að fara loksins að fitja upp á en það er samt, jú, ég er alveg búin að fitja það allavega upp á hinum, sko, þannig að það fyrir að gerast. Þetta heitir, þetta er frá Calmknit,
Þetta er Smith's Gloves og er frí á Ravelry. Ég elska svona stroff vettlinga. Hvað er ég með hérna? Þeir hérna halda svo við lautanum. Nú síðan Pressed Flowers upp og sí. Bjarga hérna lykkjum. Svona. Sjá. Hvað get ég sagt ykkur um það? Pressed Flower Sweater eftir Amy Christophers. Áður talaða og ég er að nota 4 og 5 mm prjóna og stærð 2. Ég er að nota aðeins grófara gat og þar af leiðandi aðeins grófari prjóna og þess vegna fór ég aðeins líka niður stærð. Ég vil ekki hafa hann eitthvað svakalega oversized en samt. Og ég er bara í berustykkinu ennþá. En þetta er ótrúlega skemmtilegt að gera. Það kom út sjal, opin peysa. Man ekki hvort það er eitthvað meira en það. Og ég ákvað að nota tækifærið að því að Snotra var með á sumardaginn fyrsta 20% afslátt öllu gagni í netverslun. Þannig að ég keypti eitt svona ærusvartan hlunk og svona happy köku sem að skiptir lit. Og það er svona aðeins byrja að verða bleikt. Ég er að fara dett í bleiku, ég byrja alveg í skjannahvítu. Svo er ég svona aðeins að klóra mér í hausnum með hvernig ég fer leyfi svo flæða út í ermarnar. Ég á aðra köku þannig að ég fer sjálfsagt í ykkur og svona nýti það eitthvað til þess að reyna að gera þetta svona svipað og í búknum. Og já, það var bara tilvalið að prófa þetta og þetta er 75% akryl, 25% ull, 225 gram, 590 metrar. Stælkraft er líka akryl og það er 80% premium akryl og 20% ull. Og það eru 816 metrar í þessum 400 grammum. Og þetta er hvort tveggja bara svona mjög mjúkt og ískrar ekki í því, allavega ekki þegar ég er að prjóna úr því, sko. Sumir er náttúrulega alveg fussa og sveigja yfir þessu, mér finnst þetta bara geggja fínt gall. Afsakið þetta, maður minn er semst frammi með háaða. Þannig að þetta er nýtt uppfit síðan að við sáum síðast og svo þetta sem ég er að gera núna fyrir Steven. Þegar að þessi þetta tilbúið var hjá Snotru þá fékk ég mig líka Gusto Wool. Ég er að lita þetta, prófa það og prófa að spekla þessa einhvern veginn bara með, bara eitthvað að leika mér. Já, sýruliti sem eru bara ábyggilega að fara að renna út á tíma og svona og allir taka svona eitthvað trilling þegar einhvern tíma í sumar og lita svolítið svona, mér finnst það er eitthvað útrás við að lita dálítið, ekki að það með vanti handlita gat, en afsakið. Maður getur alltaf á þessu blómum bætt. Svo langar maður óbúslega að hekla mér eitthvað svona bjart og beautiful teppi. Þannig ég er að bíða eftir öllum þessum litum. Ég veit hvað ætli sé af ennett teppið. Jæja, allt er góð með það. Svo ætla ég að fara í 30 afmæli hjá Frankans Helga núna í maí og hún er líka svona prjónaverðug eins og mamma sín sem ég var að tala um áðan. Og ég spurði mömmuna heldur hún myndi vilja fá eitthvað svona. Bara já. Hún er alltaf að reyna að stela mínu sem þú hefur gert og ég vil ekki að það fari með henni suður einu sinni og alltaf að hún væri að fara að labba eitthvað hérna á Skaganum en ekki í bænum. Þá veit ég fæ það ekki aftur.
Þannig að ég fekk svona hugmyndir að lita palettu, fór svo bara í stassið mitt og slömber gert úr DK, Worsted eða Aran. Ég prjóna held ég 1 eða 2 sínsot og mögulega bara 1 sem ég bara gerði fyrir mig. Og ég fann þetta í stassinu mínu, þannig að þetta allt fingering og ég ætla bara að halda í 2-földu. Og prjóna það samt alveg á 5 mm. Þannig að það verður svona stórt og pínu gistnar. Mögulega, nei, ég held ég bara 2 földu, ekki kjaftaði. Og mér finnst þetta var alveg, þá ætla ég að byrja með þennan hérna næstan andlitinu og svo þennan og endi þessu. Ég er ógeðslega spennt að byrja á því, en ég ætla ekki að gera mér það eða verkefninu sem ég er að gera fyrir Stephen að búa til kökur strax, af því þá er bara athygnin farin í það, af því ég er eitthvað svo ógeðslega peppuð fyrir þessu. Og ég sagði við mömmustelpuna, ég segi að kannski verði ég ekkert búin að þessu fyrir afmælið þá, og þá, þú veist, setji bara með það í kortið að það sé verk í vinnslu. En ef það tekst, að þá náttúrulega fáið þið ekkert að sjá það nema bara sem ljósmynd. Annars næ ég nú sennilega að sýna ykkur það ef ég er að fara að taka upp aftur núna í júnibyrjun. Ég hugsi ykkur, júni, hvaða rugl er þetta? En þannig ég er búin að vaða hérna úr því að sýna ykkur hérna aðeins það sem þetta er pokan og hvað er á döfinni og hvað er á leiðinni í pokan til þess að geta orðið að ykkur á döfinni. Og já, fullt af nýju. Og ég já, svo eru opið húsin á morgun, þá var tilvalið líka því ég er búin að taka til að skutla í tökku og nú fyrir ég bara að setja alla pókana aftur upp í hillu svo þessi ekki frista mín. Ég er yfirleitt með þá inn í stofu upp í sófa hjá mér en þá eru þeir ekkert að frista mín á meðan. Og já, ég er bara eitthvað svona pínu eins og að heyri. Við erum bara mjög spennt fyrir sumrinu. Fyrir með aukatúr í Veiðivötni í ágúst, seldum tjaldvagnin og það var svona pínu léttir af því að hann er bara ekki að henda okkur eins og staðan er með brjóskloskallinn minn og við bara svona stefnum að því að fá okkur húsbíl sem að við getum verið með bátinn annarkvort inni eða ofan á eða eitthvað. Þannig að ef okkur dettur í huga að fara eitthvað þá bara er bara allt reddi. Og það hentar okkur rosa vel að geta bara farið, hann getur þá farið á bátnum eða við fara að veiða eða eitthvað og svo bara ákveða hvort maður fer heim strax eða gistir eða þetta heillar okkur eitthvað alveg brjálæðislega. Og áðans að sé þessi fyrirhöfn. Þannig að þessi dásamlegi vagn sem er fæddur 1989 eins og frumburðurinn minn eða miðjan okkar eins og hann er kölluð og þessi vagn er búin að fara yfir allt hálendið oftar en einu sinni með fyrri eigandum og með okkur upp í Veiðivötn og svona og margar skemmtilegar ferðir og minningar í þessum vagni og það var svo gaman að sjá að þetta var ung fjölskylda sem keypti hann ægilega spennt og að fara að feta sig inn í þennan heim, búið til minningar með sér og sínum. Þannig að það var engin mórall að horfa á eftir vagninum og ég tala ekki plásið sem að myndaðist í skúrnum þegar hann var farin út og er hvergi hérna fyrir okkur. Þannig að já, það var bara góð tilfinning. Þannig að við erum bara mjög spennt fyrir sumrinu, fyrir til Svíþjóðar og í veiðtúra og svona bara skemmtilegt. Þannig að en það verður vonandi eitthvað klár og eitthvað skemmtilegt að sjá hjá mér næst þegar við hittumst
og þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáum síðar. Takk fyrir og bless bless.